Loftslagsbreytingar, hamfarahlýnun. Þetta eru mál sem við þurfum að ræða. Allt of lengi hefur verið litið á loftslagsbreytingar sem stóra framtíðarvandamálið, en staðreyndin er sú að hamfarir af völdum loftslagsbreytinga að gerast núna með skelfilegum afleiðingum fyrir börn. Valeri jangan rekon semesta. Jangan arti Hér kynnumst við því hvernig hamfarahlýnun hefur áhrif á líf Valeri og litla bróðurinnar en þau búa í þorpi í suðurhluta Madagaskar. Fanampe, sem 2 ára, vannærður. Irekena famarare le marare abtichu tiluha. Tafatara ko temarar. Timasore rajera. Manahelu koma. Þetta því miður ekki í fyrsta sinn sem fjölskyldan upplifir vanaríku. Vunjaza tangara. Tena tshapa sakafu mihinchi. Siakaza hamitsale sisihaneng. Nandasingan dukutera le sinisitang. Ale fanakino kami topu tifenga. Le chinabavo le chinimet le ananda tifiai. Herijik wat fuk siara sinjahanang. Sinjamanang hono halemelempa. Hér deyja allt of mörg börn úr vanaríku því þau fá ekki nóg af næringaríkum mat. Ein af grundvallar orsökum eru loftslagsbreytingar. Þurrkar að verða alvarlegri og tíðari sem setur sífellt fleiri börn í hættu. Na famaya bitane le sisi haning titukale keria bitine ketanetu. We have a chronic drought. Population cannot grow food. But if you work together, I believe that malnutrition can be reduced in this area. UNICEF og samstarfsaðilar vinna nú að nýjum leiðum til að koma í veg fyrir vannæringu barna. Til dæmis með því að planta fræjum sem þola betur öfgafullt loftslag og stækka vatnsfitukerfi svo hægt sé að rækta uppskeruna. En einnig til að tryggja að næsta kynslóð börn eins og Valeri séu tilbúin fyrir framtíðina. Börnum eins og Fanampe útvegar UNICEF næringarfæði til að meðhöndla vannæringu. Iretena teakum básinchang. Þetta eru raunverulegar afleiðingar loftslagsbreytinga og hamfarahlýnunar. Það að börn deyi af því þau hafa ekki nóg að borða má aldrei verða álitið eðlilegt ástand. Í sameiningu getum við tryggt að það gerist ekki. Þess vegna bið ég þig að búa til pláss í hjartanu þínu fyrir öll börn í þessari stöðu og ganga í hóp heimsforeldra UNICEF. Þú getur hjálpað. Hringdu núna.